það sem kom fram í niðurfellingarbréfinu eitthvað sem mun alltaf sitja bara með mér. Ég er ennþá reið, sko. Og ef ég má lesa bara svona aðeins svona upp úr því og þá verið að vitna í geranda minn. Ef hún bað mig að stoppa og hún var að meina það, þá stoppaði ég alltaf. Að það sé hans að vita hvenær ég meina stopp. Það var eitthvað svona, ég trúði því ekki að þetta hafi virkilega verið í bréfinu. Bara svona að stangast einhvern veginn á við það að það hefði átt að fara áfram. Að láta allavega á það reyna, skilurðu. Þótt ýmislegt hafi breyst til batnaðar, embætti héraðssaksóknara og Landsrétti hefur verið komið á fót og nú er hægt að kæra niðurfellingu, þá er Linda samt ekki í vafa hvað vanti helst. Ég held að það sé bara klárlega, bara þessi mannlegi þáttur, að maður sé, þetta sé svona mannúðlega gert. Hvernig kerfið er byggt upp, þá er ég bara vitni í mínu máli og og líkami minn er bara vettvangur meintsglæps. Þetta er svolítið bara svona, ég hef ekkert þetta að segja. Þetta kom fyrir mig og það eru alls konar tilfinningar og allt þetta sem að virðist einhvern veginn gleymast í þessu öllu saman. Það er allavega mín upplifun. Þetta rímar við niðurstöðu rannsóknar Hildar Fjólu Antonsdóttur réttarfélagsfræðings á málaflokknum. Þar kom svo berlega í ljós að mínu mati hvernig þessi jaðarstaða sem brotaþolar eru í refsiréttarkerfinu, hversu slæm áhrif það hefur á fólk. Að vegna þess að brotaþolar eru ekki aðilar að sakamáli, þeir sem eru aðilar að sakamálinu er ríkið annars vegar og sakborningur hins vegar. Brotaþolar hafa réttarstöðu vitnis í málinu. Eins og með þetta niðurfellingarbréf, að maður fær ekki að horfa í augun á honum, það er rosalega sárt. Það var eiginlega svona annað áfall fyrir mig og eiginlega svona, mér finnst það eiginlega erfiðara að hafa fengið niðurfellingarbréf heldur en að hafa mögulega gengið í gegnum, þetta kynferðisbrot. Rétt er að taka fram að verklaginu hefur verið breytt. Nú er öllum brotaþolum sem fá mál sitt niðurfellt boðið á fund þar sem farið er yfir niðurstöðuna. Í fyrra vor lagði dómsmálaráðherra fram frumvarp breytingu á lögum meðferð sakamála, einmitt til að bæta réttarstöðu brotaþola en einnig fatlaðs fólks og aðstandenda. Það var ekki afgreitt þá. Það voru fjölmargar tillögur sem lágu þarna fyrir hvernig væri hægt að bæta réttarstöðu brotaþola og það er einungis tekið tillit til örfárra þeirra. Þannig að ég held að það sé ljómandi fínt langt á nær en ég held að það þurfi að ganga miklu lengra. Hildur Fjóla veit alveg hvað hún er að tala því hún vann ítarlega greinargerð fyrir stýrihóp forsætisráðherra efnið. Þar er ég að skoða svolítið samanburðinn á Norðurlöndunum og þar er staða víðast hvar, staða brotaþola mun betri. Í Finnlandi og Svíþjóð hefur staða brotaþola lengi verið mun sterkari en í Danmörku, í Noregi og á Íslandi. En svo var það árið 2008 þegar Noregur breytti sínum lögum og styrkti réttarstöðu brotaþola hjá sér mjög mikið og það virðist hafa gefist vel með þær rannsóknir sem hafa verið gerðar í kjölfarið. Þar sem réttarstaða brotaþola þau eru ennþá svona vitni samkvæmt lögum en eru með flest þau svona aðildarréttindi sem sakborningar hafa. Það má segja að hinn lögfræðilega hugsun að baki núverandi fyrirkomulagi á Íslandi sé þessi. Hugmyndin er sú að þegar í sakamálum að þá er það ríkið sem hefur þessi miklu völd sem fer að fullum þunga eða getur farið að fullum þunga gegn einstaka borgurum sem eru þá sakborningar í refsimáli og það er talið að valdastaðan þarna, valda mismunurinn sé svo gríðarlega mikill að það sé mjög mikilvægt að tryggja að sakborningur hafi öll þau réttindi sem hann þarf til þess að verja sig. En það útskýrir kannski ekki af hverju þarf að strippa brotaþola af öllum réttindum vegna þess að þeir brotaþolar sem vilja taka þátt í málaferlunum mitt mat er allavega það að þeir ættu að fá að gera það.